Sæl aftur, þá höldum við áfram í föstudagsþættinum. Óskar Pétursson, Jóhann Vilhjálmssonar, verið velkomnir. Takk. Já, ég var kallað plögg, stundum við kallaðan plögg. Er þetta plögg? Já, er það ekki? Er það ekki? Jú. Þetta smá plögg. Já. Þið ætlið að halda tónleika. Já, það bara tilviljun einu sér réði því að þetta er upp á sama dag. Þetta viðtal og tónleikandir. Já, það alveg til, já. Þið eru mjög lítið með tónleika á 3 dögum og þess aftar. Já, einmitt. En hvað á að gera? Við ættum að, skal ég segja þér að endurvekja plötu sem að Vilhjálmur pappans söng inn á 76 hefur verið. 76, já. Við texta Kristjáns og Djúpalæk. Já. Nú, við ætlum að flytja hann í heild sinni á svona best of lögum sem að Villi gerði þekkt. Já. Nú, Jóhann getur nú sagt betur frá tilurð þessara laga margra því að hann fór svolítið svona nýjar leiðir þegar hann var að velja inn á þessum plötu. Það er best að þú útskýrir það. Jú, nákvæmlega. Já, pabbi. Já. Hann í rauninni fór með ljóðabækur til lagahöfunda og báði að velja sér ljóð og semja. Þannig menn komið þá með þann að þau lög sem að þeir vildu og ljóðin sem að henduði og kölluði á lagasmíð. Og síðan bara valið úr og inn á plötuna. Já, og þetta er allt eftir Kristján frá Djúpalæk. Allir textar. Nefnið mér lög. Hrafninn er þarna, sem er kannski þekktastur, við lag Gunnars Þórðarsonar. Þórður sjóari. Já. Við sundin blá. Og einu sinni var, svo skotið sem hann æfi var í ömmu. Já. Og svefnljóð. Já, svefnljóð, já. Loksins dagsins enn og enn. Það var á þessa plötu. Já, maður, hann er svona, hann er að fá sér sígarettur svona í, maður ekki getur þessu, teiknuð mynd. Það er mjög eftirminnilegt. Já. En sko, hvernig kom þetta til, varst það þú sem að fékkst Óskar til liðs við þig eða Óskar, varst það þú sem dróst Jóhann? Þetta var svona í umræðinu eitthvað leyti en ég fékk síðan SMS frá Óskari 1. janúar á þessu ári. Já. Það sem stóð gleðilt árið, ertu laus 14. febrúar. Ég er alltaf skipulagður. Og daginn eftir sá ég rauninni bara auglýsingu á Græna hattinum, tónleika sem voru það í febrúar. Já. Og við erum endurtaka það hér núna aftur. Já. Og var það góð aðsókn og góðar undirtektir að þið urðu að gera þetta aftur? Já, Haukur vildi endilega að við gerum þetta aftur. Já. En ég er búinn að vera mitt í maganum í mörg ár að gera eitthvað svona. Já. Af því ég hafði hennar dálæti á báðum mönnunum? Báðum Kristjáni og Villa. Mikið dálæti og er búinn að vera með þetta í maganum og svo loks þegar ég kynntist þessum unga manni hérna þá var ekkert aftur snúið. Já. Jóhann, sko, þú ert sonur Vilhjálms. Það er ekki þar með sagt að þú sért endilega söngvari. Nei, alls ekki. En hvernig kemur það heim og saman? Að ég sé söngvari. Byrja að syngja. Já. Ég raunin alltaf hafa verið í kórum og slíku og var í klassísku söngnámi. Nú. En svo er ekki fyrir 2008 á afmælistónleikunum sem voru haldir í Laugardalshöll sem ég kem þar fram með einvala liði þar og fæ þar að taka þátt í einu lagi og lítill drengur. Ég man eftir þessu. Jú, þetta var mjög eftirminnilegt og virkilega gaman, sko. Og þá einhvern veginn kviknaði þessu löngun að fá að gera meira af þessu og síðan seinna mér þá kveikir Óskar endanlega í þessu með því að fá mig hérna norður í Hof. Já. Og svo sunguðu þið afmælissönginn, Akureyrar afmælissönginn. Meir en það, við tókum bara við heila plötu. Já. Það var nú ekkert annað. Hvernig er að vera alltaf með umræðuna pappa þinn svona í kringu þig? Að halda þessu lifandi, mér finnst það mjög svona hjartnæmt í rauninni og bara þægileg tilfinning. Bæði það að hann þekktur og það elskaður og dáður. Já. Og þetta er bara virkilega næs eins og þau segja. Já. Finnurðu fyrir honum í kringu þig? Já. Ekki? Það er mjög gott að labba inn í verslun og heyra tónlistina hans þar eða kveikja útvarpinu og hann syngur fyrir mann. Þetta er svona. Já, þetta hefur lifað lengi og á eftir að lifa mjög lengi. Og magna hvað að lifi lengi með þá kynslaðan sem rauninni kynst honum ekki, sko. Áttu Óskarlag frá honum? Já, það er svefnljóðið. Já. Býtu, Óskar og þið, Rauliði, hvernig er þetta svefnljóð? Loks dagsins önn á enda, úti birtan dvín.
ef mig langar, Já. hvar fæ ég miða? Ég held að sé forsalega í bókfall, er það ekki alltaf? Já. Pennin bókfall og svo náttúrulega bara við Og svo bara í innganginn. hurð eins og menn segja stundum. Við innganginn. Við innganginn. Þetta nú svo kynslóð sem að vill nú hafa vaðið fyrir neðan sig og vera klárt með miðana svona þetta ekki svo kynslóð sem mætir hann sem að lætur reka sig frá við dyrnar af því það er fullt. Nei, klukkan hvað byrjar þetta? 9. 9 í kvöld, föstudagskvöld og 9 annað kvöld, laugardagskvöld. Já, það verður stuð. Góða skemmtun. Takk Takk fyrir komuna. Takk.